Það nokkuð liðið síðan við vorum hér síðast með þáttinn Réttur settur eins og við köllum hann bæði í grín og alvöru. Lagahornið væri nú kannski betur lýsandi. En hann kominn hingað lögmaðurinn Gísli Tryggvason til að ræða lagaleg álitamál samtímans. Vertu velkomin Gísli. Takk. Nú erum við náttúrulega öll að velta fyrir okkur kosningunum á laugardaginn. Það hefur svolítið verið fjallað að það sé óheppilegt að við vitum ekkert úr hvaða vösum jafnvel 100 milljóna koma núna í auglýsingar og að það hafi sem sagt vantað löggjöf til þess að sjá það. Ertu sammála því að þarna sé atriði núna í kosningunni sem gæti jafnvel bara, ég segi nú ekki riggað, en gæti haft úrslita áhrif á niðurstöðuna af því að fylkingarnar hafa mælst svona frekar jafnar, nei og já? Já, ég vona að þið frjálsa orð og frjálsi hugur sigri mammon eða peningana, en ég alveg hissa á þessari handvum okkar allra að hafa ekki hugað þessu í tæka tíða, því að það voru sett fyrir 20 árum lögum fjármál stjórnmálaflokka og núna heitaðu held ég lögum starfsemi og fjármál stjórnmálaflokka eða eitthvað slíkt. Og það mikilvægt að í kosningum fólk, forseta, sveitastjórnir og alþingi, að þar séu reglur hvort og hvernig má styðja við málstaðinn, það finnst mér allavega, en það líka mikilvægt að í þjóðaratkvæði þegar greitt eru atkvæði málefni eins og hefur gerst í tvígang allavega, ef ekki þrígang sennilega með synjun forseta, þá það bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla og svo eru mörg dæmi eða vaxandi fjöldi dæma frjálsar eða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur fyrir meir en 100 árum áfengisbann og þekkskyldu held ég. Já. Og núna 2012 nýja tillögu að stjórnarskrá sem var hunsuð af því hún var bara ráðgefandi og þingið vildi ekki láta taka fram fyrir hendurnar á sér. Og síðan þessi mikilvæga þjóðaratkvæðagreiðsla hvort að við eigum að halda áfram viðræðum að sækjum fulla aðild að Evrópubandalaginu. Já, sko þetta kemur náttúrulega, gefum okkur að það sé rétt sem margir halda fram að djúpir vasar sægrefana, ólígarkana, sem hafa flestir telt sér í fremstu röð gegn jáinu, segjum bara að það sé verið að sækja þetta fyrir í þá vasa, þá kemur það þeim náttúrulega mjög vel að það eru engar reglur þetta, en það kemur kannski lýðræðinu ekkert rosalega vel. Nei, og ég held að sé ekki bara þessi hópur sem þú nefnir, ég held að sé bara margir sem í sterkri stöðu og hafa hag af því að vera í lokuðu krónu hagkerfi og geta nota evruna í uppgjör og annað sem aðrir hafa ekki valum. Já, en þú segir handvömm. Þú segir handvömm. Ég bara hissa á sjálfum mér að hafa ekki hugsað út í þetta fyrir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla kom allt í einu. Ég átti reyndar ekki vona á henni alveg svona stemma frekar en aðrir. Það var sagt í síðasta lagi á næsta ári. Já. Og þetta hefði þurft að gera áður finnst mér. Af því að það iðulega þetta aðhaldað utan eins og ÖSE og Feneyjanefndin og bara stofnanir Evrópubandalagsins sem að stundum hjálpa nýfrjálsum þjóðum eða minna þroskuðum þjóðum eins og okkur að hafa hlutin í lagi og við vorum með margt í ólagi til dæmis þegar við byrjuðum að sækjum síðast 2009 þá komið til dæmis athugasemdir að dómskerfið væri ekki nógu sjálfstætt og óháð. Flettiskiltin til að mynda mér skil að þú þurfur að borga alveg svakalega peninga fyrir auglýsingar þar. Þetta kom fram á fundunum með Kristrúnu í gær í Austurbæ að það er fljótt að koma 10 milljóna ef ekki bara 100 milljóna í auglýsingarkostnað Þannig að mér leið alltaf eins og að þær stöllur Kristrún og Þorgerður hefðu með stuttum fyrirvara ákveðið að nota ágúst þetta árið undir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og kannski var það í flýtinum að mönnum yfirsást þetta. Já, ég vona bara að hagsmunir sigri ekki hugsjónir þarna. Ég vona hugsjónin nánara samstarf líkra þjóða
og við fáum að það komi í gegn og við fáum að hafa áhrif á þá löggjöf sem hefur verið samin í rúm 30 ár fyrir okkur og við litlu geta breytt. Já. Sko, það er allavega tvennt í viðbót sem ég ætla að ræða við sem tengist þessari Evrópukosningu. Ég ætla að ræða við þig svona samningana ef til þeirra kemur. En áður en fyrir þangað, þá ætla ég að ræða við þig hinn lögformlega feril ef það verður já á laugardaginn og ef það verður aftur já síðar. Og Íslendingar kjósa aðild að svara því í þjóðaratkvæðagreiðslu síðar að við viljum verða aðilar að ESB. Hvernig er þetta með Alþingið aftur? Hvernig er þetta með Alþingi? Já. Já, Alþingi hefur þarna þá í tvígang þó að þjóðin sé í raun handhafi fullveldisréttarins, þá er formlega séð Alþingi sá sem að breytir lögum og breytir stjórnarskrá og þá þarf það að fylgja þessu framsali. Þetta er pólitískt bindandi en ekki lagalega bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla í báðum tilvikum og þá þarf að breyta stjórnarskránni líka. Já. Og það er gert með því að Alþingi samþykkir breytingu, svo er kosið og svo þarf nýtt Alþingi að samþykkja sömu breytingu. Já. Og þá þarf að heimila þetta framsal, takmarka framsal ríkisvalds í viðbót sem að felst í ESB-aðild. Þannig að með valda umskiptum segjum sem svo að þetta myndi ganga eftir en svo bara tekur Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn aftur við og kannski er miðflokkurinn á milli þeirra upp í rúminu og þeir segja bara nei, við ætlum að rifta þessu gamla. Þá er bara verður ekkert af þessu. Já, ef að þjóðin kýs með opnum augum flokka sem vilja það og standa við það, þeir hafa ekki alltaf staðið við það sem þeir segja. Þeir hafa nú til dæmis lofað þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfir áður og hafa hunsað það. Þeir hafa líka hunsað þessa þjóðaratkvæðagreiðslu frá 2012 sem ég nefndi. En það er líka dæmi að flokkar sem voru ósáttir við einhverja niðurstöðu hafa samt sætt sig við hann og fylgt henn eftir, eins og Verkamannaflokkurinn í Bretlandi. Hann var almennt á móti Brexit en hann fór samt ekki strax í að snúa ofan að því. Þannig að það eru dæmi líka í EES, það voru flokkar sem voru á móti og svo voru þeir allt í einu með eða flokkar sem voru með sem voru allt í einu á móti. Þannig að menn hafa líka stundum hugsað, ok, þetta er búið, við fylgjum því. Þannig að það er ekkit öruggt að þessu verði snúið við af einhverjum afturhaldsflokkum. Ég bara trúi ekki að þjóðin kjósi flokka sem að segjast alltaf snúa við einhverju niðurstöðu sem er orðin. Nei. Sérstaklega hún er góð eins og ég á vona. Já. En það eru svona ýmsar ógnir sem steðja að lýðræðinu. Það er þessi bjögun, þessi fjármálabjögun, auglýsingafé. Það geta sest að völdum flokkar sem að rifta fyrir lýðræðislegri niðurstöðu. Við munum svo sem öll hvern okkur leið þegar Gunnar Bragi sagði okkur að hann hefði sendt þetta meintaslítabréf til Brussel, sko. Við munum ennþá svikin sem við upplifðum. Og það eru ógnir, sko, nú eru sumir neysinnar, sko, að tefla fram fullveldinu, sko, sem einhverju röksemd, en fullveldinu höldum við alltaf þó að við framsilum takmarkaða hluta ríkisvalds og fáum þá meiri áhrif og síðan er náttúrulega stærsta ógnin við fullveldi, það er hegðun stórvelda eins og forsætisráðherra kom inn á fundinum í gær þegar, sko, stórþjóðir eru farnar að, sko, sölsa undir sér land fyrst og ráða svo inn í land, hóta næstu nágrunum og bandalagsþjónum að taka af þeim hluti. Nú er talað að, sko, olíuvinnslu undirbúningur sé í gangi af hálfu Bandaríkjamanna í Grænlandi án þess að þeir hafi spurt kóng eða prest og sína næstu nágranna þjóð sem er allstór með við okkur, Kanada, hafa þeir, sko, meðhundla eins og bara þræl. Já. Þeir hafa krafist þess að þeir láti af samningsgerð og menningar arfleið, eða hvað sé, tungumála varðveislu. Það er stór hluti Frakkland sem hefur franska tungu sem móðumál. Já. Þetta eru bara ótrúlega kröfur. Þetta er eins og Bandaríkin höfðuðu sér gagnvart Indíánu nánast, sko. Já. Í fyndinni. Já. Þannig að maður bara hugsar, sko, hvar ætla þessir andstæðingar ESB aðildar umsóknar eða viðræðna, hvar ætla þeir að sækja sér skjól ef að þessar fjölþáttaógnir þróast meira?
Það er ekki alltaf bara verið að ráðast með sprengjuvörpum og drónum á þjóðir. Það eru alls konar ógnir aðra sem að Þjóðverjar og baltnesku löndin hafa upplifað í nokkur ár núna. Já. Mörg Evrópuríki og Bandaríkjamenn eru fannir að hegða sér þannig að þeir nota tollamál til dæmis sem vopn eiginlega. Þá er gott að eiga skjól. Jú. Af því þú myndist á fullveldi og því að ég hef nú unnið svolítið við það að skrifa ræður fyrir stjórnmálafólk, ráðherra og þingmenn og aðra og þá það var ein málsgrein og ræðu Kristrúnar í gær sem að mér fannst svona ná að rísa svolítið hátt. Það var fullveldi Íslands er ekki safngripur sem við geymum upp í skáp meðan Ísland einangrast frá umheiminum, sagði hann. Þarna fannst mér hún ná svolítið svona góðu andsvari við tilfinningaumræðu fullveldið og í rauninni hvernig menn hafa farið svolítið vísutandi eða ekki frjálslega með það. Já, ég meina fullveldi er bara eins og hvert annað tæki sem að notar til góðs eða íls, eins og Kristrún kom inn á fundum sem ég sótt í þessari viku. Það er hægt að gera slæma hluti innan ESB og utan ESB, en það verður auðveldar að gera marga góða hluti innan ESB. Og það er ekki hætta á slæmum hlutum, en til dæmis sumir halda því fram að hér verði bara lagður sætstrengur í óþökk okkar og tekin á okkur orkan, en það er alveg ljóst að ríkisstjórn og alþingi þarf samkvæmt stjórnarskránni eins og hún er og verður að samþykja allt slíkt. Já. Þannig að ef að við viljum taka þátt í einhverjum orkumarkaði meira, þá getum við gert það, en við getum líka sleppt í eins og ég hugsa margir vilju. Það verða engar auðlindir teknar á okkur frekar en öðrum þjóðum í þessu bandalagi fullvalda ríkja. Og hvers virði er þetta eina orð, þetta hugtak fullveldi, ef þú ert einn á köldum klaka án viðskiptasambanda, án þess sem að hefur gert Ísland að forríkri og velstæðri og menntaðri og glæsilegri þjóð. Það varð ekki til hér innanlands hjá okkur einum og sér. Þannig að þetta var gott hjá henni. Gefum okkur að, ef það verður nei á laugardaginn, þá eru nú flestir sammála að þetta verði ekki að dagskrá alveg strax. Þetta kælist í, ég veit ekki hvað, 5-10 ár. Minnst ekki ólíklegt að svo verði raunin. En ef það verður já, það er svona meira spennandi að velta því fyrir sér af því að þú ert hér gestur minn og sérfræðingur lagalega efni. Allir eru sammála það að það væri hreinlegast að hefja samningaviðræður við ESB fiskinn, sjávarútveginn og orkuna kannski þar á eftir. Og þá eru nokkrar sviðsmyndir. Fyrsta lagi þá bara kann svo að vera að Evrópusambandið segir bara nei, við þurfum að vera ósveigjanlegri en ykkur líkar og þá bara göngum út og segja ok, engin aðild að Evrópusambandinu. En svo er svona, einhver grásvæði þarna inni og það er talað að það sé mikilvægt fyrir okkur að halda okkar staðbundnu stofnum og algjört lykilatriði. En hvað með þessa deilistofna, þið tekist á þá eða þekkirðu þetta? Já, sjálfsagt, eins og alltaf við samningaborðið, við þyrftum engar undanþágur varðandi þá stofna sem eru bara í okkar lögsögu, þó ég kunni ekki að nefna þá alla, að þá er ljóst að sameiginlega fiskveiðistefnan, hún gengur út á þeir sem hafa veiðireynslu, þeir geta gert tilkall og hér hefur enginn haft veiðireynslu í 50 ár. Það eru 50 ár núna síðan við sendum síðustu Brettana held ég úr landhelginni eftir síðasta þorskastríðið. Þannig að það þurfum ekki að vera heldum. Það þyrfti aldrei, enginn, það er óhugsandi að eitthvað rifrildi staðbundustofnunum. Já, ég held að það sé óhugsandi, jafnvel á óbreyttri sjávarútvegsstefnu, en það er örugglega stefnan hjá ríkisstjórninni að tryggja það samt í einhvers konar aðildarsamningi. Síðan er það flökku eða deilistofnar, það þarf alltaf að semja við þá, við grænlendinga, færeyinga, rússa, norðmenn og Evrópusambandið og þá er betra að mínum mati, þó ég sé engin sérfræðingur á þessu sviði, að vera innan og hafa þessa sterku bæði stöðu, við hefum svo mikla hagsmuni að þessu að við setjum þetta á oddinn
og við höfum líka svo mikla þekkingu á þessu að okkar fólk hefur vissa yfirbyrði. Það er ekki fjöldin sem ræður, það er ekki 500 milljónir á móti 400.000, það er bara þekkingin og rökin sem skipta máli. Og þó að menn séu að nota einhver veikburðarök Íra, sko, þá var þetta miklu minni þáttur í þeirra efnahag þegar þeir gengu inn og er bara brot núna. Þannig að það er ekkit sambærilegt og eins og margir hafa bent á, það hefur aldrei verið sótt undanþágu eða sérlausn í sjávarútvegi, þannig að það er ekki reynt á það. Við vitum bara að þeir hafa ekki tekið sko, skinkuna af Dönum eða skóana af Svíum og Finnum, og þeir reyndi ekki að taka olíuna af sko, Norðmönnum þegar þeir sóttu aðild en felldu. Þannig að ég skil ekki hvernig nokkur getur haldið fram eða trúa því að tilgangur einhvers hér eða einhvers þar í Brussel sé að taka af litlu landi í lífsbjörgina. Það gengur enginn í svoleiðis félag og vill enginn gangi í svoleiðis félag, ekki einu sinni viltustu Evrópusinnar. Og svona út frá söguþekkingu þinni, reynslu og menntun, ertu sæmilega vongóður sem sagt, að við getum náð sátt í sjávarútvegsmálum? Ég er mjög vongóður, bæði að því ég kynnti mér þetta vel þarna þegar við fórum í hérna leiðangur 2009 sem að kláraðist ekki og að því ég hef fylgst með þessu síðan og hlustað á mér fróðara fólk og þekki að einhverju leyti öll þessi dæmi undanþágur sér þarfir vissra landa eins og stundum við talaðum með Finnland, þeir fengu eitthvað ákvæði sem stundum var kennt við heimskautalandbúnað, þannig að þeir gátu rúmast innan sameiginlega stefnu en samt tekið tillit til sinna hagsmuna og það er enginn að fara að taka af okkur lambakjötið eða orkuna eða fiskinn. Varandi orkuna þá var Kristrún mjög skýr síðast í gærkvöldi á því að það yrði ekki lagður sæstrengur á hennar vakt og er það sama þar? Hefur engar áhyggjur af orkubúskapnum okkar? Þurfum að gefa hann eftir? Nei, það þarf samþykki minnst Alþingis til þess að leggja sæstreng til Íslands og þá metum við það bara sjálf. Það treður því enginn ofan á okkur frekar en öðru. Og þetta semjum við allt, sko. Þar sem er einhver hætta eða mögulega hætta, þar verða samningamenn undirbúnir og setja fram kröfur og svo verður þetta náttúrulega allt á borðinu. Það er það sem að neysin er óttast, það er að þetta komist á borðið. En þess að ég held að þá gruni marga eins og mig að samningurinn verði svo góður að það sé hætta á að þjóðin samþykki góðan samning. Já, það getur verið. Heyrðu rétt í lokin, Gísli, hérna ef við förum í tíðindi dagsins að við vorum að fá verðbólgumælingu, hún er vond og kjarasamningum á augljóslega að segja upp í ljósi þess að verðbólgumarkmið náðust ekki. Nú, talsmenn verkalýðsfélaganna sögðust hafa samið hóflegar launahækkanir á grunni þess að stjórnvöld myndu tryggja að verðbólga yrði lág í staðinn og með verðbólgunni eru tengsluð vexti eins og við vitum og allt það. Er ákveðin hætta á því að þegar svona verðbólgumarkmið gengur ekki upp að það veiki stoðir og vilja félaga til þess að semja út frá þessari klásúlu? Já, það er hugsanlega hætt á því en þeir geta þá hugað sig við það að þessi rauðu strik sem hafa verið sett inn alloft í síðustu áratugi, þau hafa virkað. Það sem að ég held að sé það eina sem virki er að sko ná tökum á verðbólgu og stöðuleika með því að fá evru og útrýma verðtryggingu. Þannig að menn fái meira fyrir peningin en atvinnurekendur eru kannski ekkit sammála því að þetta hafi verið hóflegar launahækkanir síðast eða það sem kom í kjölfarið. En að þú nefnir þetta þá má líka segja sko að vinnumarkaðsmódel hvers ríkis það raskast ekki af ESB aðild. Það er eins og hugsanlega hægt að stilla það betur af þannig að verði heildrænni lausn og ég heyri oft SA og ASI tala að sko þeir hafi nú ákveðið einhver viðmið sem að aðrir eins og kennarar eða BHM fylgja ekki en þá finnst mér alveg síðan ég var starfsmaður BHM
þá finnst mér að sko það gleymist stundum að þá þarf þá að hafa þá með í samráðinu. Allavega þá sem eru innan bandala, það kannski minni ástæða til þess að tala við sko stór, eða hvað sé, sterk stéttafélög sem ákveða að vera utan bandala. Það eru, en það eru 3 bandalög eða 4 ef maður tekur sko ASI, BSIB, BHM og svo KI, það er svona einhvers konar blanda af stéttafélagi og bandalagi stéttafélaga. Þetta eru stórir hópar sem að eru ekki bundnir af einhverjum viðmiðum sem að hefur verið sammælst nema þeir hafa fengið tækifæri til þess að koma sínu að. Já. Þú ert sjálfur jáari og ætlar að kjósa já á laugardaginn. Ég ætla að greiða atkvæði með því já. Já, og ég ætla að spyrja þig eins og ég er farin að gera núna alla þessa viku, svona enda viðtölina á þessum samkvæmisleik. Hvernig heldur þú að fari? Ég held að jáið verði ofan á, en þar er ég mjög litaður af vonminni það og svo er maður bara í mismunandi búblum, það er einhver algoritmi og maður kannski forðast að ræða þessi mál við sína nánustu sem er á algjörlega öndverðum meiri, en maður þorir að ræða þetta við þá sem að þóla málumlegar umræður sko. Já. En ég tala sennilega meira við sko jásina þessa dagana, þannig að en það er enginn sem er alveg vissum að þetta fari svona eða hins eginn held ég sko. Nei. Ég hitti nokkra kalla sem að borða í múlakaffi í gær og ræddi við þá og þeir könnuðust ekkert við einhver svona leiðindi í fjölskyldunni og svoleiðis. En svo hitti maður aðra hópa og þeir kannast mjög vel við leiðindi í fjölskyldunni, í vinahópum og svona. Ég hitti krakka daginn sem er í framhaldsskóla, svo að krakkarnir í framhaldsskólanum hefði bara svolítið lært að vera ekkert mikið að ræða þetta þar, því að þar væru bara myndi gjósa tilfinningar og leiti. Við þurfum að æfa okkur í þessu. Já. Ég náttúrulega hef svo lengi verið í þannig starfi að ég þarf að sko reyna að skilja personur frá málefnum starfsmíns vegna og ég á til dæmis 2 nána ættingja sem að eru harðir á móti, en ég get rætt þetta auðveldlega og máleflega við annan en hinn Síður. Já. Ég held að séu ýmsir sem að deili þessari sögu. Og einhver spurði mig sko hvernig er í fjölskyldubóðunum og ég sagði bara mér þykir og væntum viðkomandi til þess að ræða þessi mál við á sko, en þess að ég vil ekki stefna fjölskyldutengslum eða böndum í hættu út af svona sem er þó stundarmál. Það er að lokum eitthvað annað sem skiptir meira máli en jafnvel svona stórt mál. Ég veit að þetta er rosalega flókið sko, af því þetta er frekar stutt og afmarkað ferli, en vináttan á að vera löng, hún á að vera ævarandi. Og presturinn okkar í Hvítasunnursöfnuðinum, hann kom mjög vel inn á þetta í predikur sinni sennilega 16. ágúst fyrir 10 dögum síðan eða svo, að hann sko brýndi fólk til að hugsa sko að það væri eitthvað einhverju eilíðar hagsmunir sem að þið geti giska á hverjir eru sem eru mikilvægari og heldur en þessi stundar hagsmunni. Þannig að fjölskyldur og sóknarbörn og aðrir vinir bara eiga að hefja sig yfir það og láta ekki stranda á svona. Ég held að menn ættu nú að hlusta á þessa predikun bara, hún er örugglega á netinu þá. Já. Í Bridge-klúbnum í vikunni þá ætlaði einhver að fara að ræða þetta og þá bara sá maður hvernig hjörðin tvístraðist, menn hafði bara vita á því að það fór hver í sín átt. Já. En þetta væri gaman ef við gætum í Bridge-klúbnum, ef við gætum í fjölskyldunni þóttu séum ósamála, ef við gætum í vinahópnum öllum stundum, rætt þessi mála aðeins að einhver yrði svona persónulega fyndi fyrir einhverjum persónulegum sársauka. Já, og svo er náttúrulega eitt að sko svara spurningum ef maður er spurður af einhverjum vini eða nákomnum, hvernig er þetta, hvernig fer þetta, þá reynir maður að svara heiðarlega. Annað kannski ef maður kemur og segir sko, heyrðu, á ég ekki að segja hvernig þú átt að kjósa eða greiða atkvæði. Þannig að þetta fer mikið eftir bara dýnamík og persónuleika sko. Já. Og hugsaðu þér sko, ef þetta ræði svo bara á 3 eða 5 eða 10 atkvæði. Já, svakalega. Við vonum það besta. Já, takk fyrir komuna, Gísli. Takk fyrir mig.
Og áfram, göngu í göttuna kæru hlustendur, það von á meira efni ekki fyrir langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is